Sko, ég held að kveikjan, þú veist, upphaflega kom frá þér, þú veist, með hugmyndafræði leikhópinn. Og þannig, þú veist, byrjuðum við að vera með þennan tvítengda leikhóp og svo fórum við að skoða bara viðfangsefni og við vildum taka þá eitthvað sem að væri svona alveg samanlegt og byrjum þá út frá sorginni. En við erum samt svolítið að tala sko, sorgina við svona glötu tækifæri og líka kannski sorgina við að kynnast ekki barninu sínu eða samþykja ekki barnið sitt eins og það er. Ég byrjaði að hugsa út frá að ég vildi gera verk þar sem algjörlega til jafns fyrir heyrandi og heyrnarlausa áhorfendur og fer fram á báðum tungumálum en ekki túlkað á öðru hvoru tungumáli út frá hinu tungumálinu. Og þannig að þetta svolítið hugsunin hvað eigum við sameiginlegt í staðinn fyrir hvað sundrar okkur. Og svo kom þetta mjög mikið frá hópnum í workshopum eða vinnustofum sem við höfðum síðasta leikári. Af því að auðvitað þegar maður að skrifa verk sem fjallar annan menningarheim en maður tilheyrir sjálfur, svo við í þessu tilfelli erum báðir heyrandi og erum að fjalla bæði heyrandi en líka heyrnarlaust fólk og samskipti þeirra á milli og samskipta örðuleika og þar hindranir sem koma ekki bara út á tungumáli heldur líka út á menningarmun og upplifunarmun og alls konar. Þetta var samt bara sem betur fer svo mikil svona samsköpun, þú veist, að því að við vorum að skrifa saman og ég leit aldrei á það þannig að ég var endilega að skrifa og koma með eitthvað bara ok, svona verður þetta, heldur þetta bara, þetta er hugmynd og hvað segir þið og þú veist, þannig að þetta var alltaf rosa mikið samtal. Þannig í raun og veru, þú veist, skipti ekkert öllu máli hver var að setja hlutinir á blað, heldur vorum við bara að reyna að ná einhverjum sannleika. Fyrir mig sem leikstjóri þá upplifi ég mig bara mjög mikið í svona ákveðnu þjónustu hlutverki. Þú veist, ég er með reynslu og eitthvað svona tæki og tól í farteskinu sem að ég mæti með og mér finnst ég bara verið í svona þjónustu hlutverki við að koma þessu verki og þessu tungumáli, táknmálinu á svið. Og ég þarf svolítið svona að setja mig tilbaka og ég vera í mjög miklu og góðu samtali við Hjördísi, listræna ráðgjafan okkar, ráðuneytin. Vegna þess að það er bara mjög margt menningarheim Döff sem að ég vissi ekki áður og er að læra og þarf svolítið að svona, setja mig inn í. Og fyrir mér er þetta bara aðalega, sko, kveikjan mín er leikhópurinn. Þú veist hvað það var, já, bara svona fallegt að fylgjast með sko leikhópnum einhvern veginn eiga í samskiptum og táknmálið held ég átti mjög stóran þátt í því að mér fannst þetta heillandi verkefni.